kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og velkomin í þennan auka þátt af spursmálum, föstudaginn 11. júlí. Við ætlum að vera í sumarfríi, en það haustaði snemma í Moskvu eins og maðurinn sagði. Það allt orðið vitlaust í þinginu og þá þurfum við auðvitað að efna til þáttar af þessu tagi til þess að fara yfir stöðuna. Í gær var að teiknast upp mynd í þinginu, við töldum að það væri að nást samkomulag þinglok, en nú í morgun ákvað Þórunn Sveinbjarnardóttir að ávarpa þingið klukkan 9 eða 10 held ég. Og þar sagði hún að hún myndi beita 71. ákvæði þingskapalaga sem gerir það að verkum að hún stöðvar umræðu hið svokallaða veiðigjaldafrumvarp. Þar með hefur sóknum verið tróðið upp í munnin á stjórnarandstöðunni sem hefur haldið upp í málþófi í tengslum við þetta mál og reyndar önnur síðustu sólarhringana, síðustu daga, síðustu vikur og það er greinilega að þingforsetan og meirihlutann hefur þrotið örendið. Þetta mál tók óvænta stefnu á miðvikudagskvöldið þegar að Hildur Sverrisdóttir, einn af varaforsetum þingsins, sleit þingfundi rétt fyrir miðnætti og enginn taldi nú reyndar að neitt stór mál hefði átt sér stað við þá afgreiðslu fyrir morgunin eftir þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ákvað að ávarpa þingheim. Þar voru gríðarlega stór orð látin falla, meðal annars þess efnis að meirihlutinn teldi sér skylt að verja lýðræðið á Íslandi og lýðveldið Ísland og þá væntanlega fyrir stjórnar minnihlutanum í þinginu. Og þá voru geysilega stór orð látin falli í kringu þetta. Guðmundur Ingi Kristinsson, menntamálaráðherra, hann sakaði Hildi Sverrisdóttur valdarán. Sá sem fremur, eða tilraun til valdaráns. Sá sem reynir að fremja valdarán á Íslandi, hann getur átt yfir höfði sér gríðarlega þunga refsingu. Jafnvel þyngri refsingu heldur en þeir sem deyða annað fólk. Og valkyrjurnar, þær lét ekki sitt eftir liggja. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hún fór að heimsótti kjarnorkukafbát á Grundartanga og þegar hún kom upp úr því ótrúlega tæki, þá lýsti hún því yfir að orrustan Ísland væri hafin. Það voru margir sem að hrukku við og töldu að eitthvað annað og meira hefði gerst, heldur en bara það að Hildur Sverrisdóttir hefði slitið þingfundið þarna rétt fyrir miðnætti. Inga Sæland bætti síðan auðvitað betur. Þegar hún lýsti því yfir að stjórnarandstaðan virtist vera að kalla eftir því að það yrði breytt stjórnarfyrirkomulag í landinu. Hingað til hefði tekist að skipta valdhafa á milli kosninga með friðsömum hætti, en að mögulega þyrfti einfaldlega að fara að líta til annarra aðferða, eins og þeirra sem að víða er beitt í hinum ófrjálsa heimi, þar sem fráfarandi stjórnvöldum er stillt upp við vegg í Húsasundi og hún er einfaldlega skotin. Þetta er allt með ótrúlegum ólíkindum og við höfum ekki lifað aðra eins tíma í pólitíkinni, að minnstakosti ekki frá árinu 2008. Hér á eftir ætla ég að ræða við tvær gamlar kempur á sviði stjórnmálana þessi mál. Guðmund Árna Stefánsson, fyrrum ráðherra og varaformann Samfylkingar núverandi, og Einar K. Guðfinnsson sem var ráðherra og þingmaður í aldarfjórðung, en hann var líka forseti þingsins og þekkir því þessi mál út og inn. En áður en að því kemur, ætla ég að ræða við Hildi Sverrisdóttur, þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins. Hún er komin hingað í hús. Ég ætla að ítreka líka að ég hef gert ítrekar tilraunir til þess að fá forsætisráðherrann Kristrúnu Frostadóttur hingað í setti til þess að fara í þessa stöðu, en þeim erindum, SMS-um, tölvupóstum og símtölum er ekki svarað né heldur frá aðstoðarmönnum hennar. Það er ekki mikill bragur að þessu og ekki mikil mannasiðir fólk niður þessu og ég leyfi mér að spyrja mig hvort að þetta vinnulag, þessi framkoma, sé ein birtingamyndin af þeim sem við sjáum síðan birtast í þinginu núna, þar sem allt er í hreinni og tærri upplausn. Það verður tíminn að leiða ljós. En hér eftir örskamma stund, Hildur Sverrisdóttir og eftir það Guðmundur Árni og Einar K. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með Eyjabita. Við kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Og það er eitt sem er dálítið skemmtilegt við þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun, en svo er líka eitthvað sem kallast barbecue og það er eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, þar sem maður ver matinn
fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi að það líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það bara að kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í þessum kallað smoker. Og það alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. The Big Green Egg fæst í kassa í Skeifunni. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komiði sæl að nýju. Hingað komin Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og einn af varaforsetum Alþingis. Hún var í aðalhlutverki í pólitíkinni þessa vikuna þegar hún sleit fundi í þinginu á miðvikudagskvöldið og áður en ég býð hana formlega velkomna hér í setið þá ætlum við að líta hér á upptöku úr þingsal rétt í þann mund sem að allt varð vitlaust. Sem að stóru þyrlurnar að sinna á óþörfu með að við stærð. Það nauðsynlegt að sinna þessum verkefnum og oft á þyrlum en það þarf kannski ekki stórar björgunarþyrlur til þess. Ég oft líkti þessu við eins og maður myndi bara sækja barnið sitt á leikskólanum 50 manna rútu stundum þegar þeir mætt á þessum björgunarþyrlum til þess að sinna verkefnum. Þannig ef við fengjum sérhæfða sjúkraþyrlu, við höfum talað þetta sem tilraunaverkefni á Suðurlandi, sem að myndi þá borga sig bara á því að hvaða margir erlendir ferðamenn sem þyrftu að nýta þjónustuna myndu greiða fyrir það, tryggingar þeirra sem að Landhelgisgæslan ekki að rukka fyrir núna. Það var að nýta þetta til þess að leysa úr sjúkraflug til Vestmannaeyja. Það að færa rúmlega 100 milljónir til innan kerfisins og þú að draga verulega úr svona viðhalds- og rekstrarkostnaði hjá Landhelgisgæslunni í núverandi kerfi. Og þú en ekki síst heldur að draga úr kostnaði almannatryggingakerfisins bara vegna örorku ef að það ekki sinnt strax veikindum og slysum. Bara að fólk komist fyrir til vinnu, verði minni afleiðingar af atburði og annað slíkt. Þannig að allt tengist þetta því hvort að veiðigjöldin hvað veiðigjöldin að standa undir miklu háu hlutfalli af rekstri Landhelgisgæslunnar og ef við teljum þessi rétt að þau standi undir hluta rekstrinum að þá mikilvægt að sú þjónusta sem að útgerðin borgar fyrir að hún sé þá til staðar og það tryggt með því að hafa öfluga sjúkraþyrlu. Öðru dagskrármálinu nú frestað. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið. Blessuð Hildur. Velkomin á svæðið. Takk fyrir. Þetta söguleg stund þegar við lítum tilbaka út af þeirra atburðarás sem að síðan hefur fylgt eftir. Fyrsta spurning. Þegar ég horfa á þetta, mér sýnist þér ekkert líða mjög vel við þessar aðstæður þarna. Nei, ég var aðalega örlítið hugsi þar sem að ég hafði ekki fengið neinar upplýsingar hvort að forseti hafði einhverja fyrirætlanir næturfund og ég sé að það sést þarna nú ágætlega að ég að athuga á símanum mínum hvort ég hafi fengið einhver slík skilaboð og svo sé ég að næsti þingmaður á mælendaskrá með ræðu sem með andsvararétt. Og reglurnar eru þannig að það sem að venjan að langir þingfundir endi á miðnætti nema að forseti hafi hugsað sér annað og koma þeim upplýsingum áleiðis að þá verður alltaf að taka tillit til hvað næsti ræðumaður gæti verið lengi. Og þá þarf alltaf að gera ráð fyrir 16 mínútum í andsvör og þá viðkomandi ræðutíma líka. Þannig að þarna sé ég að klukkan þá orðin margt og meira en myndi þá rúmast varðandi með andsvararétti þessa þingmanns. Þessa miðnætur reglu. Já. Hún alveg skýr. Hún alveg skýr og ég búin að vera mikil áhuga manneskja þessa reglu lengi. Og þannig það að til dæmis ef að þá ráðherra var að mæla fyrir frumvarpi sem þá hálftímaréttur og með fullum andsvörum, þá má ekki hleypa þeim ráðherra að
eftir 14 mínútur yfir 11 kvöld. Þannig og þetta hefur verið venja lengi að svona, það sé svona heilagt svona svolítið þetta með miðnætti. En þessi vön varaforsetarnir að fá fyrirskipanir frá þingforsetum það hvernig hann vilji haga þessu? Svona alla jafna, þá til dæmis á fundi forsetisnefndar, að þá það yfirleitt þannig að forseti svona lætur varaforseta vita hvernig vikan áætluð, svo má segja. En eins og ég hef nú sagt að þarna, auðvitað það þannig og sérstaklega á svona átakatímum í þinginu að þá erum við í minnihlutanum kannski ekki alltaf alveg upplýst hvað í vændum og við höfum alveg ákveðin skilning á því, það eitt svona tæki sem meirihlutin getur notað en ef að þá að hafa varaforsta stjórnarandstöðu í þessum stól, já þá auðvitað verður að gefa okkur þar upplýsingar sem við þurfum til þess að geta sinnt stólnum eins og við segjum með sóma og þarna einfallega hafði ég ekki upplýsingar aðrar en að það væri þá eðlilegt að ljúka þessu á miðnætti og eins og ég sé þarna á upptökunni sem ég nú reyndar ekkert skoða neitt fyrir núna þá sé ég að það sést alveg greinilega að ég að skoða hvort að ég sé með skilaboð á símanum einhverjar fyrirætlanir en svo var ekki þannig að ég bara taldi mig vera að gera rétt samkvæmt svona þeim venjum og reglum sem við vinnum eftir. Nú að þekktir feministar eins og Guðmundur Andri Thorsson og fleiri lýst yfir að þú hefur tekið við tilskipun eða skipunum frá Bergþóru Ólasyni þingflokksformanni Miðflokksins að haga þessu svona, hann sést þarna á upptökunni koma að hafa samband við þig, eru þið að véla þarna þessa aðgerð að slíka fundi? Nei, alls ekki og ég held nú reyndar að það sjáist nú hérna ágætlega að það er nú ég sem að tala við hann og þetta var semst við stjórnarandstaðan höfum haft hann hátinn á þessum júlífundum sem líka bara svona eitt af þessum tækjum sem við notum að við höfum verið að koma með dagskrártillögur þegar það hafi ekki verið samið svona dagskrár næsta dags sem hefur alveg stundum gert og við stjórnarandstaðan höfum verið mjög viljug þegar kemur að við að setja önnum mál á dagskrá og hleypa öðrum málum í gegn eins og bara sýnir sig að maður fer yfir lokið, það er fullt af málum farið í gegn og orðið að lögum en því var ekki fyrir að fara þennan daginn, það var ekki búið að semja dagskrá og við vorum þarna að ræða þá dagskrártillögu sem var að óundirbúnar fyrirspurnir myndu komast á dagskrá því að eftirlitshlutverki stjórnarandstöðu var svolítið kippt úr sambandi þessa vikuna og við vorum ekki búin að fá óundirbúnar á dagskrá. Þannig það snerist það. Þannig að þú tekur ekki við skipunum frá Bergþóru Ólasyni? Ég tek ekki við skipunum frá Bergþóru Ólasyni en við Bergþóru vinnum mjög vel saman og stjórnarandstaðan búin að standa mjög þétt saman í þessu addi og bara standa vel saman allt þetta þing. Þannig að ég hlusta á Bergþór Ólason og hann hlustar á mig og við eigum mjög gott samstarf en svona skipunum myndi ég aldrei taka við. Þetta þarna 20 mínútur í 12 sem að þú tekur þessu ákvörðun, tekur að skarið, það einhver í þingsal og annað, getur lýst fyrir mér atburðarásinni og tímanum sem þú ert í vöku að þessu loknum? Já, hún nú svo sem ekkert mjög merkileg. Ég slít þarna fundi og það er svona, ég átta mig fljótt á því að fulltrúar meirihlutans augljóslega höfðu væntingar annað. Og ég sagði sem satt væri að ég hefði ekki upplýsingar það. En þú lýst í að þér hafi verið mjög brugðið yfir viðbröðum þeirri framkomu sem þú varst fyrir. Er það þá frekar viðbröðin sem að koma fram daginn eftir á 50? Já, ég á samtal við forseta þetta kvöld þar sem ég útskýrði að þar sem ég hafði engar frekar upplýsingar þetta og þingmaður með ansvar rétt og næstur að þá sem hefði farið við minnætti þá taldi ég mig bara vera að gera rétt. Og hún var róleg, bara það sé sagt og fór bara að ræða aðra hluti, meira að segja. Ekki stórmáli hennar, var þetta ekki að ég ætla alls ekki að vera eitthvað að gíska á hvað hún hugsaði en þetta samtal okkar var bara bæði stutt og svona tilþrifa lítið í rauninni. Og ekki aðföra lýðræðinu, þú voru ekki fengið þá tilfinningu? Nei, alls ekki. Þannig ég fór nú bara pollrólega að sofa og vaknaði svo morguninn og áttaði mig á því að ég var orðin, ég var búin að taka völdin í landinu. Það hafa verið látin falla ummæli eins og ég nefndi hér í inngangi mínum valdaráns tilraun að þetta sé það sé búið að taka lýðræði úr sambandi og það verðist einhvern veginn birtast í þessari ákvörðun sem að þú tekur þarna. Hvernig að sitja undir slíku? Er það þægilegt eða er það vont? Nei, það eru þetta
ógeðislegt að sitja undir slíku, Stefán. Það þetta þannig. Við erum all manneskjur, sko. En það sem alvarlegt að þetta stef sem hefur á einn hátt eða annan verið mjög greinilegt hjá þessum glænýja stjórnarmeirihluta og nýrri ríkisstjórn. Að sko þar sem að þau unnu þessar kosningar eða ég meina að þau ákveða að mynda þennan meirihluta, að þá svona þingið og allt sem því viðkemur stjórnarandstaðan, hennar lýðræðislega hlutverk, allt þetta fyrir þeim, fyrir það fyrsta og maður sá þess merki mjög fljótt og öll vinnan á þinginu hefur borið þess merki. Nefndavinnan augljóslega svona stimpilpúðakennd. Það svona meira verið að tikka í bóks heldur en að í rauninni eiga þetta lýðræðislega samtal sem að þarf að eiga sér stað og hlusta á sjónarmið fólks í samfélaginu, hvort sem það eru hagsmunaaðilar eða sveitarfélögin eða bara fólk út í bæ með sín sjónarmið. Þetta allt eitthvað sem við eigum að taka til okkar. Og svona þannig að við erum búin að sjá lengi svona merki þess að þetta sé viðhorfið gagnvart Alþingi og okkur og það hefur verið mikið áhyggjuefni. Og svo stigmagnast þetta svona og brýst út með þessum hætti í gær. Og eins og segja var bara langt mál að fara yfir öll þessi svona dæmi hinga til. En það mætti kannski taka þetta saman sem að áhyggjuefni, að hvernig þau leyfa sér að stilla því upp að andstæðingar þeirra, sem bara hlutverk stjórnarandstöðunnar á þingi, andstæðingar þeirra, þeir sem að dirfast og voga sér að gera athugasemdir við þeirra störf, að þeir séu óvinnir þjóðarinnar. En þú skorast nú væntanlega ekki undan því að viðurkenna að þetta málþóf, því að halda ræður út kvipin og kvapin, bara ræðan sem Vilhjálmur Árnason var að flytja þarna þyrluspaða og ég veit ekki hvað, þetta ein birtingarmynd þess að þið eruð að þrýsta þinginu inn í sumarið og að setja meðal annars þrýstinga á stjórnarmeirihlutann út af strandveiðimálum öðru sem að reynast þeim erfið? Já, sko, hvaða nafni við viljum kalla þetta? Þetta má alveg vera málþóf. Sko, heitið skiptir engu máli. Það sem við vorum að gera þarna einfaldlega að knýja það fram að hinn þinglega meðferð málsins gæti átt sér stað. Því eins og ég segi við sáum mjög fljótt að nefndavinnan átti að verða í einhvers konar skötulíki í raun, átti að vera svona meira sjó og átti ekki að taka frumvörpin frá framkvæmdavaldinu og rýna þau eins og löggjafanum sæmir. Þá hugmyndir með málþófinu að markmiðið var þá augljóslega það að sérstaklega veiðigjaldafrumvarpið að því frestað fram á haust og þeir tekið upp að nýju með því vinnulagi sem þið orkið eftir? Ég meina það var ein sjálfsögð krafa og hefur nú yfirleitt verið lendingin í svona málum og ef við förum bara eins yfir það að máli kemur mjög seint inn á þingi, tæpu mánuði eftir að þingsköp segja að máli eigi að koma inn á þing til þess að þau fái þessa tilhlýlu þinglegu meðferð. Þetta afbrigði? Já, þetta afbrigði og þetta risa kerfisbreyting og það auðvitað skiptir máli, risastór kerfisbreyting og svo má ekki gleyma því að það eingöngu út af því að stjórnarandstaðan stóð í þingsal og sagði hérna bara eru hlutir ekki að stemma og við krefjumst þess að þetta verið skoðað betur og við krefjumst þess að skatturinn fari hérna yfir ákveðin atriði og það var þetta því sem það var gert. Ef að við hefðum, fyrir þessum vikum síðan, þar sem að þau voru strax byrjað að segja, heyrðu við unnum þessar kosningar og við ráðum hér og þetta frumvarp fullkomið og af skýra gulli og allir í ráðuneytinu voru að gera sitt besta sem ég ger engar athugasemdir við. Ráðuneytið bara ekki löggjafinn í landinu. En þau segðu, leifið okkur nú bara að vera meirihlutin hér. Munið þið að þið eru ekki meirihluti og verið þá bara á rauðu. Við erum hérna í þingsal til þess að íta á takkana eins og þau segja svo oft. Ef að við höfum orðið við þessu, að þá væru hérna núna gölluð lög í landinu. Þau væru gölluð með röngum tölum og röngum forsendum. Það var út af því að við stóðum þarna sem að málið var lagað og það viðurkenndi allir. Það var gallað. Það var lagað og það var skatturinn sem það gerði og fínt og bara við þökkum fyrir það, var loksins hlustað á okkur. En mátti skatturinn koma fyrir nefndin til fylgja því eftir, mátti stjórnarandstaðan fá sjá á hvaða forsendum skatturinn gera þessar breytingar? Nei.
Það var alveg viku stað til minnsta í viðbútt, þangað til að forseti skast í leikinu og sagði, heyrðu, jú, ég held nú kannski að skatturinn ætti að koma fyrir nefndina. Þetta allt með svo miklum ólíkindum. Þannig að við þurftum að nota þingsalinn sem það tæki sem stjórnarandstaðan hefur til þess að knýja á þinglegu meðferðina sem alla jafna í nefndunum. En einhvers staðar hlýtur þessu að þurfa að linna meirihlutin verður einhver tímabúnt að geta fengið atkvæðagreiðsluna í gangum það hvort það sé meirihluti fyrir löggjöfin eða ekki eða lagafrumvarpunum. Getur það verið minnihlutanum í sjálfsvaldssett hvenær það gerist? Nei, og hér skiptir máli, Stefána, ég held að það séu allavega 40 mál á þessu þingi sem hafa orðið að lögum. Við erum alls ekkert sammála öllum þessum málum. Við höfum alveg verið á rauðu, eins og ég sagt, aldeilis. Og við áttum okkur alveg á því og berum mikla virðingu fyrir því að þau eru meirihlutin. En þau verða líka að bera virðingu fyrir því að við erum með ákveðið lýðræðislegt hlutverk sem að benda á það sem betur verður að fara og sérstaklega í þessu máli þar sem við erum að segja bara hér þinglega meðferðin bara ekki fullnægjandi. Við vitum alveg að þetta er vinstristjórn. Við vitum alveg að hér verða hækka í skattar. Við verðum á mótið í, okkur finnst það vond sýn og vond nálgun fyrir samfélagið. En það eitthvað sem var þá lýðræðisleg niðurstaða og við berum virðingu fyrir. En það okkar hlutverk að segja, hérna mál sem við vitum ekki hvað áhrif hefur. Og það bara gengur ekki þannig. Þannig ég vil undirstrika það. Við höfum margoft verið þarna í þessum þingsal, hleypt málum í gegn og ég meina risastór mál. Og þegar fulltrúar stjórnarliða segja hér búin að vera málþóf í öllum málum og tala endalaust þennan blessa fríverslunarsamningum Tæland sem að tók einhverja 4 klukkstundir og eitthvað að stilla því upp eins og það hafi eitthvað að segja með hvernig þessari ríkisstjórn, með mjög metnaðarfull ríkisstjórn sem kom með sín 100 mál á einhverjum hlaupum inn í þingið sem átti bara að ryðja í gegn og þetta væri svo mikil verkstjórn og svo kenna okkur að það fóru þetta allt í rústhjáðum því að verkstjórnin var engin, það bara stenst enga skoðun. Þú segir engin verkstjórn. Nú auðvitað þingforseti búin að höggva hnúti með 71. grein í kjarnorkun hann, alltaf að fara yfir það, en það eru þessi þingloka samningar. Forsætisráðherra talar eins og að þar sé ekki neina samninga ræða vegna þess að það sé meirihluti í landinu og minnihluti, en að þinni þingareynslu getur útskýrt í hverju þetta færst. Það þarf að ná samkomulagi milli minn og meirihluta til þess að þingið geti farið í sitt sumali. Engin þinglok í Alþingishúsinu við Austurvöll hafa átt sér stað án þinglokasamninga í áratugi. Engin. Í hverju felast þeir? Það auðvitað misjafnt eftir aðstæðum. Það auðvitað misjafnt hvað stjórnarandstaðan kannski hefur áhyggjur af hverju sinni og jafnvel stundum eru kannski áhyggjurnar ekki svo margar en kannski vilja fá eitthvað svona pólitískt spil fyrir sig með einhverju málum. Það fer bara eftir aðstæðum hverju sinni. Núna í húsinu var það þannig að það voru svo gott sem engin þingmannamál sett á dagskrá þannig að þau höfðu nú ekki kannski mikið að bjóða okkur hvað það varðar þar sem við vorum ekki búin að fá að mæla fyrir nema einhverjum örfáum málum sem nýlunda og segir kannski líka sitt. Við höfðum áhyggjur af því að það nátt að ryðja í gegn bara vanunnum málum þannig að það var sú lína sem við dróðum í sandinn. Þessi þinglok snerust það en sko við höfum, og ég meina talandi þessa umræðu, það svona svolítið látið eins og þetta sé í fyrsta skipti sem stjórnarandstaðan nýti sér þetta tæki sem að tala í þingsalnum. Já, sko það hefur nú margoft gerst, en það endar alltaf í einhvers konar samningum eða samkomulagi. Það á sér einhvern endapunkt og það einfaldlega út af því að meirihlutin hverju sinni og þá eftir atvikum forsætisráðherra hverju sinni eða hverju svo sem sem að svona stígur inn í þar aðstæður sem einhvers konar verkstjóri hvers tíma leysir það. Því að það hið lýðræðislega verkefni. Það sko, ég bara, nú ertu fann að fýra upp í mér hérna, Stefán minn. Ég og bara ég verð að fá að nefna það, að ef lýðræðishugsunin hér á okkar góða landi væri svo einföld að bara meirihlutin hverju sinni réði þessu bara, já, þá þyrfti nú bara ekki að hafa neitt minnihluta, sko. Við getum bara verið heima hjá okkur. Inga Sæland með hugmyndur það hvernig megi losa sig við minnihlutan. Já. En sko, lýðræðið miklu flóknara og miklu vandaðra fyrirbæri en það. Og mér langar líka að nefna í því samhengi, það oft horft til Norðurlandana og þar eru miklu skemmri umræður og þetta myndi nú aldrei gerast þar. Nei. En þar líka eru allt önnur tæki fyrir stjórnarandstöðuna og krafa að stjórnarandstaðan hafi aðkoma að málu miklu fyrr. Og það bara þeirra
samstarf og áheyrn bara skrifuð inn í allt ferlið. Því ekki fyrir að fara í okkar þingsköpum. Ég ekkert endilega fullir að þingsköpun okkar séu úr skýra gulli og get ekki tekið breytingum. Ég ekki að segja það. En þingsköpun svo þeir eru núna, þá hefur stjórnarandstaðan engin tæki nema að nota þingsalinn til þess að draga línu í sandinn og segja nei, við erum hérna í því hlutverki að tempra vald. Við erum löggjafinn, við þurfum að tempra vald framkvæmdavaldsins, það grunnhugsunin í okkar stjórnskipan og ef við höfum bara þingsalinn til þess, þá notum við þingsalinn til þess. Þínum forsætisráðherrar hafa lýst í yfir meðal annars í blaðinu Morgun og ég rætt við á einhverja líka þar sem að þeir segja að menn þurfi að fresta málum, menn þurfi að finna samkomulags flöt til þess að ljúka þinginu. Hvernig lýsiru aðkomu Kristrúnar Frostadóttur, nýs forsætisráðherra, að því ferli nú í aðdraganda þessarar óskaplegu uppákomu? Já, sko ég get svo sem ekki sagt mikið hennar aðkomu einfallega því hún hefur ekkert talað við mig til dæmis. En það kannski segir eitthvað. En þú þingflokksformaður stærsta stjórnarandstöðuflokksins? Og eins og ég segi, við sáum mjög fljótt merki það að þingið var bara fyrir þeim og skipta ekki máli. Og þá auðvitað lenda þau í kannski þessari klemmu sem kemur hérna upp í júní. Það hérna forseti tekur starfsáætlun úr sambandi og það eru öll málin nánast órædd og þetta allt bara í einni klessu. Hver ber ábyrgð á því? Ég meni þetta verkstjórinn sem ber ábyrgð á því, að sjálfsögðu. En forseti þingsins þá, í þeirri verkstjórn? Já, ég meni forseti þingsins ber þetta ábyrgð á því hvernig dagskráin er stillt upp og ég heyri mikið tala að það sé þá okkur að kenna að það sé alltaf verið að ræða þetta veiðigjaldamál. Það var algjörlega þeirra ákvörðun að vera alltaf að setja þetta veiðigjaldamál á dagskrá. Þeim var algjörlega í lófarlagið að setja bara alls konar önnur mál á dagskrá. Það var alltaf vitað að við myndum ræða mikið í þessu máli. Það var bara blasti við hvernig það var búið þegar komið. Þú ert að segja að þeir hefðu getað klárað miklu fleiri mál á þessum tíma ef þeir hefðu forgangsraðað öðru? Að sjálfsögðu, forgangsröðunin er þeirra. Hefðu ekki tekið bara mál þó í þeim málum líka, þið getið talað endalaust önnur mál? Nei, ég meina við höfðum áhyggjur af öðrum málum. Ég meina launavísitölutengingin og víxliverkunin og til að dæma eitthvað, ég meina strandveiðarnar að aftengja vísindalega ráðgjöf, ég meina þetta voru ekkert bara illögnumál, þeir voru líka alveg ég meina það lá ekkert fyrir hvað áhrif þetta myndi hafa. En við komumst bara aldrei svo langt því að það var alltaf bara veiðigjöldin sem voru sett á dagskrá og svo voru við skömmu fyrir að vera að tala í veiðigjöldunum og í þessum samningum öllum og ég vil nú kannski segja það að maður vil vera heiðursmaður í þessu. Við vitum alveg að það er ekkert hægt að ná samkomulagi þessi þinglok sem hefur alltaf verið lendingin og bara að ítreka það. Ég meina við höfum, ég var nú í stjórnarmeirihluta viðlóðandi allan að síðustu 2 kjörtímabil, annars vegar sem aðstoðmaður og hins vegar sem þingmaður. Við vorum margoft bara að taka mál af dagskrá og bara fresta þeim og skoða þau betur. Og við vorum aldrei nokkuð tíman að hafna gestakomum eða eitthvað viðlíka. En við bara horfumst í augu við að þarna er réttur stjórnarandstöðunnar að þessu leyti, það er okkar, það er meirihlutans þá að horfa á þetta í stóru samhengi hlutana og leiða hluti í gjörð. Einhver hluta vegna hefur öllum tekist það í áratugi, nema Kristrúnar Frostadóttur núna, stjórnar meirihlutans núna. Og ég vil bara fá að segja það, þrátt fyrir að mér finnst skipta máli og ég ætla að halda mig þeim megin víglínunar, að hafa ekki eftir hvað gekk á þessum fundum. Hún hefur tjáð sig það sem gerst yfir á þessum fundum? Já, eina sem ég ætla að leyfa mér að segja, þar er ekki rétt eftir haft. Og það að þau séu að réttlæta þessa vondu ákvörðun sína hér í dag, að beita þessu ákvæði, sem er gríðarlega alvarlegt fyrir þingið og þessa stjórnskipan sem við höfum byggt okkur hérna upp. Að hún er undirbyggð með því sem ég leiði mér í þingsal áðan að segja að væri byggt á að væri svona ákveðið legaleikrit, því miður. Að hálfu forsætisráðherrans? Já, hálfu þeirra. Ég veit nú ekki hvort hún hafi fengið rangar upplýsingar að hafi vissvitandi rangt eftir. Ég ætla ekki að tjá mig það, ég hef ekki hugmyndu það. Ég veit hins vegar að hvernig er verið að bera á borð, hvernig til þessar samningaviðræður undanfarnar vikur hafa gengið, að við höfum ekki haft neitt samningsvilja og komið fram á okkar eigin frumvarp og ég veit ekki hvað. Þetta er ekki rétt. Og það vita þeir sem að sátu við þetta borð. Ég get ekki útskýrt af hverju það er verið að bæði halda röngum hlutum fram, stefna í hættu bara þessu lýðræðislega samspili sem verður að eiga sér stað þarna í þessu húsi. Kjörtímabilið er rétt að byrja.
Það 1/8 búin. Já, ég meina, og þetta að henda svona tundurdufli inn í okkar samstarf og okkar vinnu og inn á þingið algjörlega óskiljanlegt. Töldu það að vera ná samkomulagi í gærkvöldi? Þokaðist í samkomulag sátt? Ég get ekki betur séð sko að þetta sé eitthvað leikrit. Mér finnst þetta vera frekar pródúserað. Ég held að það við byrjað þegar forsætisráðherra kom hér í viðtölu og sagði að hún lofaði þjóðinni því að þetta mál yrði klárað. Þá ekkert búið að tala við okkur lengi. Það auðvitað þau sem halda á samningaviðræðunum og búa til funda. Og svo erum við að ræða saman og það svona verið að tosast á sem gengur í öldufalli svona samningaviðræðuna. Þá þeim allt í einu hætt. Og svo eru komnir einhvers konar afarkostir og svo einhvern veginn eitt einhver annað og svo slít ég fundi eftir almennum venjum með þær upplýsingar sem ég hafði og þá á augljóslega að láta það einhvern veginn vera ástæðuna fyrir því að nú verða þau fyrir hönd lýðveldisins Íslands að stíga inn í. Þetta auðvitað bara eitthvað leikrit og sýnir á hversu veikum grunni þau eru að byggja sína ákvörðun. Þetta einhvers konar þrjóskukast, finnst mér, að í staðinn fyrir bara að horfast í augu við og það engin skömm að því á þessu stutta þingi hjá glænýrri ríkisstjórn einfaldlega að draga þetta mál tilbaka, skoða það betur, hlusta á athugasemdir 26 sveitarfélaga sem hafa einlægar áhyggjur á þessu máli þvert á flokka, að þá verður að böðla þessu máli gegn, þá ekki einu svona að taka gildi fyrir í nóvember. Þetta bara með svo miklum ólíkindum og þau geta ekki rökstutt af hverju. Þau eru í alvörunni að taka þess áhættu, bara gagnvart Alþingi Íslendinga, gagnvart þessu kjörtímabili og árunum framundan sem við vitum ekki hvernig muni líta út eftir þetta útspil. Hvaða afleiðingar hefur þessi ákvörðun Þórunnar að beita 71. greininni? Kallar þetta á algjöran trúnaðarbrest milli stjórnarandstöðu? Þetta mun augljóslega hafa áhrif. Ég ætla nú ekki að úttala mig það hér og nú því að ég einfaldlega veit það ekki. En þegar þú ert búin að senda svona afgerandi skilaboð að svona það eina tækið sem að stjórnarandstaðan hefur í rauninni, að það sé aftengt. Hvað þá eftir sko? Og það alveg mjög stutt og í rauninni búið að senda skilaboðun að þingið skipti ekki máli og við getum sleppt í. Því að hér ríkisstjórn sem að vann kosningar og allt þetta. Og allir í ráðuneytunum að gera sitt besta og það sé bara nóg. Það auðvitað mun hafa áhrif og ábyrgðin alfarið þeirra. Það var engin ástæða til þess að gera þetta. Hér engin vá fyrir dyrum. Pútín ekki á Austurvelli. Það ekki þannig. Þetta skattahækkunarmál sem ekki vita hvaða áhrif muni hafa en allt bendir til að muni hafa miklar og alvarlegar afleiðingar og á að taka gildi í nóvember. Þau geta auðvitað ekki rökstutt með neinum hætti til þess að réttlæta þessa mjög alvarlegu ákvörðun sem mun hafa einhverja afleiðingar þó ég veit ekki hér í dag sem ég sitt hérna hver verða en það blasir við að það verða afleiðingar. Það talsverð vinna eftir að þinginu þó að þetta hafi farið svona það ekki, ég meina þið eftir að sitja þarna næstu dagana og sólarhringana við að vinda ofan af allir þessari vitleysu? Já, núna verður að spyrja meiri hlutan af því. Við vitum í rauninni ekkert, ég að missa af þessari sögulegu atkvæðagreiðslu með að vera hér en allt í góðu. Takk að kenna fyrir að forgangsraða rétt. Ég veit nú ekki með það en ég stendur mitt, ég reynir nú að haga lífi mínu þannig að ég var nú búin að lofa að koma hingað þannig að þá það þannig en ég ætla að hendast í loftkostunir að þing og stuttasvarið ég veit ekkert alveg hver framvindan verður. Núna þá þessi atkvæðagreiðsla eflaust yfir staðinn aðra umræðu sem var þarna stöðvuð og svo 5 máli í nefnd og svo 3. umræða eftir. Ætlaði að nota aftur 71. grein? Ég bara veit það ekki. Eða verða þarna önnur mál dæmt inn á þingið núna? Þetta eru allt atriði sem ég hef ekki hugmynd og... Munið þið taka þátt í 3. umræðu? Veistu hvernig því verða þáttað? Ég held að við ætlum bara núna að taka eitt skref í einu. Þetta var mikið áfall fyrir okkur öll og alla þá sem að bera virðingu fyrir þinginu og bara þeim lýðræðislegum hlutverkum sem allir eru í þar. Þá þetta bara mikið áfall og vondur dagur. Þannig að við gerum okkar bara eins vel og við getum en við höfum ekki tekið neinar ákvarðanir og verðum bara að fá smá svigrúm til þess að melta þetta allt saman. Takk að kæra fyrir komuna Hildur. Ég óska ykkur eins og meirihlutanum góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum fyrir hönd íslensku þjóðarinnar og það alltaf að braga því þegar stjórnmálamenn koma og ræða og færa rök fyrir máli sínu. Við fögnum því hér á þessum vettvangi. Takk fyrir mig. Góða helgi.
Hér eftir örskamma stund, Guðmundur Árni Stefánsson og Einar K. Guðfinnsson, gömlu kempurnar mættar á svæðið til þess að fara yfir þessa ótrúlegu atburðarás og hvað þetta þýðir fyrir þingið, lýðræðið og lýðveldið Ísland. Fylgist þið með. Mitsubishi Outlander. Fjórhjóla drifinn tengiltvinnbíll. Nú með 8 ára ábyrgð. Hekla. Útsalan nú í fullu fjöri. Ekki missa þessu. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Upplifðu hámarkstempun og þægindi. Sportís, Skeifunni 11. Komið í sæla 9, hér allt í loftköstum, við erum komið með góða gesti hér í settið, eins og ég nefndi gamla kempur úr pólitíkinni. Það eru þeir Guðmundur Árni Stefánsson, varaformaður Samfylkingarinnar og fyrir ráðherra og sendiherra og hvaðina og Einar K. Guðfinnsson fyrir ráðherra og forseti þingsins. Það full ástæða til að kalla menn með svona reynslu hingað á svæðið. Ég ætla rétt í þann mund sem að við hefjum samtalið að spila hérna fyrir ykkur eiginlega viðbrögð stjórnar meirihlutans frá því að ákvörðun Hildar Sverrisdóttur lá fyrir og ræða Kristrúnar Frostadóttur var flutt í þinginu í gær, svo sögulega yfirlýsing. Ég ætla að reyna að fá þetta hérna upp á skjáinn til okkar. Meginreglan svo á 4 ára fresti, þá getum við skipt valdhafa án þess að þurfa að draga þá undir húsvegg og skjóta þá eins og í mörgum löndum þar sem í rauninni ríkir algjört kaos. Það þangað sem að hæstvirtur minnihlutinn vill draga Alþingi Íslendinga? Að formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hafi komið hér í gær sem þingforseti og slitið þingfundi án samráðs við forseta, þá verða klipp á lýðræði. Nú vantar skýringar á því hvers vegna þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sleit hér þingfundi. Var það gert í samráði við þingflokksformenn Miðflokksins og þingflokksformann Framsóknarflokksins? Minnihluti þingmanna hér á Alþingi setur Íslandsmet í málþófi. Hún ætlar ekki að klára þetta lögbundna mál. Það þarf að klára. Hún ætlar ekki að gera það. Er þetta ekki skrumskæling á lýðræði? Það er komið gott. Eins og við séum að spila eitthvað tafl og þetta séu allt einhverjir leikir sem eru sniðugir og hnyttnir. Góð fundarskapa taktík til að slíta hér fundi. Hugsið aðeins þetta. Hugsið aðeins þetta. Þeir töpuðu í síðustu kosningum og það verður að læra að tapa. Minnihlutinn þorir ekki að fá þetta mál til atkvæðagreiðslu. Hér erum við einfaldlega stödd í fordæmalausum tímum. Sjálfstæðisflokkurinn í mínum huga að verða bara svona eins og aðgerðarsinnar á Austurvelli. Maður hreinlega veltir því fyrir sér og Sjálfstæðisflokkurinn sé stjórnlaus. Vitið af hverju? Vegna þess að það var snefill af virðingu. Að viðkomandi forseti sem var að gera það sem ég tel valdarán hér í þinginu ætti bara að segja af sér. Komið þið sælir og blessaðir. Já, sælir. Og þakka fyrir að koma hér á þessum örlega tímum. Stóra spurningin þú ert þetta virkur í pólitík þó þú sért ekki á þingi, Guðmundur. Þú ert varaformaður þessa öfluga flokks. En þegar þið horfið á þessa atburðarás, klæjar ykkur í puttana að komast inn í þennan sala 9? Ég neita því ekki. Ég sagði nú raun að vera Einar, að vera gaman að vera niður frá núna. Hann býslega þannig strengur að skynjar það á okkar gamla vinnustað og menn láta stór orð falla. Kannski of stór stundum í hitaleiksins, en þetta líf á fjör og þetta hluti af pólitíkinni og ég segi ekki að Einar nú miklu reynslu meiri en ég, var í 25 ára á þinginu og ég bara 13. Já, bara? Já, var að vísu 10 ára á þeim tíma, var að fórst í þingsins,
eina síðan forseti, þannig að við eigum að vita sitthvað þetta og þetta hefur gjarnan verið vandræðamál þegar að ljúka skal þingja á hverju vori og menn hafa tekist á hlutina með ýmsum hætti. Málþóf, ég var í stjórnarandstöðu í 10 ár og auðvitað var ég þátttakandi í málþóf ýmsum toga sem miðaðist að því að jafnvel að hægja á viðkomandi máli, fá á því breytingar og sagði gjarnan þessa frasa sem maður heyri gjarnan núna frá núverandi stjórnarandstöðu, málið illa unnið, það þarf að rannsaka þetta betur og gefum okkur tíma og ráðrúm og frestuði. Sko, en það að halda 3.392 ræður sama mál og nota til þess 160 klukkutíma eitthvað ósagt? Nei, það ekkert ósagt í málunum. Einar, Hildur Sverrisdóttir var hér hjá mér rétt áðan og undan ykkur. Förum kannski aðeins yfir það áður en við kannski tökum málþófið og efnistök eins og veiðigjaldana fyrir. Hún slítur þarna fundi. Þingforsetinn var ekki búinn að gefa einhverja fyrirskipanir aðrar en það að það ætti að fylgja settum reglum. Var eitthvað athugavert við þetta þegar þú horfir á þetta út frá sjónarhóli forsetans? Nei, í rauninni ekki og ég held að þetta sé nú bara þannig að þetta minnst svona utanfrá séð þá virkar þetta þannig að þetta hafi verið bara misskilningur. Þingforseti hafi gert ráð fyrir því að það yrði haldið áfram, ekki talað það beinlínis við þann sem var sitjandi þingforseti sem var Hildur og Hildur þar með gert ráð fyrir því að þessu yrði lokið minnati. Hún hefur sjálf greint frá því að hún hefur átt ágætið samtal við forseta Þórunni og það hefur alveg verið skilningur á þessu og þá í mínum huga þessu máli hefði bara átt að ljúka þar með. En þá gerist það að einn af ráðherrum eins stjórnarflokksins ríkur upp algjörlega frávita og fyrir að tala það og kalla þetta valdarán. Þetta auðvitað ekki valdarán, þetta gerist bara með þessum hætti sem ég hérna að lýsa og þetta finnst mér svolítið segja manni dálítið sögu það hvernig strengurinn þannig, hvernig menn láta í þessu og ég tala nú ekki þetta makalausu ræðu formanns flokksfólksins og ég hef svolítið áhyggjur af því að þetta gerir svona, þetta talað svona og þá segja menn svona bara einhvern veginn við mann, þetta bara nú Inga, þetta bara þannig Guðmundur í flokki fólksins. Ég held að til dæmis ef að forsætisráðherrann hefði sagt eitthvað svona, ef að Þorgerður Katrín hefði sagt eitthvað svona, þá væri þessu máli ekkert lokið, en menn svona bara líta á þetta sem svona léttvægt fundið, sem þetta auðvitað ekki. Það hefur verið gert í mjög mörgum málum sem tengjast þessum tiltekna flokki. Það velkist enginn í vafa það. Nei, sko ég myndi nú bara sem ef ég væri í þessu flokki, ég myndi hafa dálítið áhyggjur af því að vera það sé bara litið þannig á að þetta svona léttvæg ummæli sem voru auðvitað mjög alvarleg, valdarán og allt þetta sem hún sagði, þetta auðvitað, hvernig sem henn á að líta á þetta, þá er þetta mjög alvarlegt mál. En það svona, ég leta þetta ekki trufla mig, þetta bara eitthvað sem maður kastar aftur fyrir sig og bara þarna. Ekki óþægilegt að sitja undir þessu gundur eins og með að... Þetta ekki fyrsta skipt sem menn hafa verið stórir í þinginu. Nei, ég meina valdarán Guðmundur á þessu tilviki. Og auðvitað átti þessi ráðherra að draga... Strengurinn þannig og auðvitað var þetta útsagt á sama hátt og það var mjög óheppilegt hjá henni Hildi Sverrisdóttur sem var að koma hérna frá þér að slíta þingfundu miðnætti og tala þannig að það sé einhver heilög stund í þingjuna að það veri ekki fundur eftir miðnætti þegar við höfum fylgst með því síðustu dagurinn og næturnar að það fundaði langt inn í nóttina og ég var varaforsti hjá Ólafi Einarsinni, ég var fyrsti varaforsti hjá Halldóri Blöndal í 6 ár. Mér hefur aldrei dottið það í hug sitjandi á forsetastól og vera að stýra fundi að slíta fundi upp á engu á þess að spyrja konga eða prest. Ég hef þetta sett staffið mitt, staff þingsins og látið að hafa samband hvað á að halda lengi áfram. Og það einnig verið upplýst að afleysing Hildar var komin í salinn. Þannig að það var ráðgert að halda áfram. En ég ætla ekki að gera þetta einhverju úrslita atriði. Þetta var óheppilegt og átti ekki að gera og var kannski punkturinn yfir þegar þreytan var orðin algjör á þessu óráðus hjali í þingmönnum. Ég hlusta á sumar af þessu 60-70 ræði hjá sumum þingmönnum. Það var algjört rugl. Og mér var þetta aldrei gott Stefán Einar, að endið mitt að síðasta ræðin í málunum við aðra umræðu skildi vera þetta frá Vilhjálmi Árnasyni alls óskild atriði.
Sagði alla söguna. Ég held að flestir séu sammála að þetta er málþóf þetta fyrir það í sér að menn fara að lesa upp úr uppskriftabókum eða hvað það er. En það sem að mig langar til að spyrja út í eru síðan viðbrögð forsætisráðherrans. Það er mikil ábyrgð sem felst í því að sitja í embætti forsætisráðherra, leiða ríkisstjórn og leiða þjóðina. Hún mætir þetta morgunin eftir og hún flytur ávarp sem að mörgum var held ég mjög brugðið yfir. Þar voru líka, þó að það hef ekki verið einhvers konar hálfgerðar hótanir að skjóta fólk undir húsvegg, yfirlýsingar að það þyrfti að standa vörð lýðveldið Ísland eins og að það var einhver hætta því að það er liðið undir lok út af kjaftagangi í stjórnar minnihlutanum. Var ekki of langt gengið þegar að forsætisráðherra... Hún hafði talað ævinlega skýrt það Stefán Einar að þetta mál yrði klárað og að því að hefur nú verið nefnt að þetta er eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar. En hún er ekki einvaldur sko. Nei, en þingmeirihlutin er að bera þetta mál áfram. Hún talar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og síðan er það þingmeirihlutin sem ítir málun áfram og þingi allt svo sem. Og ég sá ekkert nákvæmlega ekki nokkuð skapaðan hlut af því að hún lýsti því yfir að þingraði gengur þannig fyrir sig að mál er rætt í þaula og síðan er tekin það ákvörðun. Þannig gengur þetta fyrir sig. Þannig hefur þetta alltaf gengið fyrir sig og þetta mál er nú þannig vaxið og ég stundum verið að velta þið fyrir mér eftir að hafa hlustað á vísu bara örfhávar af þessum 3.392 ræðum sem var haldið ekki satt í því að hvað er eftir að ræða og hér hefur verið nefnt að og í umræðun aldrei á báða bóa að stjórnarandstaðan kemur og segir nei, hér drögum við striki, þetta mál fer ekki í gegn, það er heilug skylda mín að stoppa þetta mál og ég spyr nú bara, stendur einhvers staðar fyrir skrifað að minnihlutin á þinginu þá og nú hafi neitunarvald ég kannast ekki við það Ég þetta sé allir saman það, en menn hafa þurft að ná menn tala nú samt í þá veru en menn hafa þurft að ná samningum þinglok Já, ég held að sko, þurfum ekki annað en bara skoða þessa hluti í samhengi ræða forsætisráðherrans var auðvitað upptakturinn af því sem síðar gerðist. Í morgun? Já, það auðvitað bara sjáum við að lesa þetta núna í ljósi þess sem síðar gerðist. Þannig að það var verið bara að undirbyggja það að klippa á þetta. Sko, allan þann tíma sem ég var þingmaður og allan þann tíma sem ég var þingforseti, þá var það eitt af því sem að maður heyrði alltaf frá þáverandi stjórnarandstöður og ég var hluta til í stjórnarandstöðu. Það var þessi ótti það að það yrði einmitt þetta yrði gert að klippa skyndilega á mál. Nýta þessa og það er ekki þannig, Guðmundur, ég ætla að halda fram. Það er ekki þannig að þegar þú búin að tala, hvað sagður, 3.000 ræður, 3.392 og þá segir það við þá ætlum við að hætta, sko. Það er bara þannig að sko, menn reyna þá, löngu áður en að þetta gerist, þá reyna menn að ná einhvers konar samkomulegi, reyna að ræða saman, getum við fundið einhver aðra leið. Ögmundur Jónasson, félagi okkar, sem seint verið talin sérstakur áhugamaður það að velgengni flokks eins og sjálfstæðarflokksins í samningaviðræðum lok þings. Hann er heldur ekki áhugamaður stuttar ræður? Nei, og ekki áhugamaður stuttar ræður og ekki áhugamaður það að hafa veiðigjöldin lág. En hann sagði sem að mér fannst vera ágætis ábending í grein sem ég sá í morgun hjá honum og sem að var svo einfaldlega að segja, heyrðu, nú ganga menn til samninga og samningurinn er svona, við hættum núna umræðum þessi mál en ríkisstjórnin fær tryggingar það frá stjórnarandstöðunni að málið verði síðan klárað á komandi hausti fyrir til dæmis fyrir 1. nóvember að því mér skilst að það sé líkil dagsetning í þessu sambandi. Oft hefur svona verið gert. Það sem hefur verið að læðast að mér og hefur verið að læðast að mér síðustu dagana er það að stjórnarliðunum sé ekki eins leitt og þeir láta. Þeir vita sem að þetta veiðigjaldamál frekar vinsælt í samfélaginu. Mann finnst alltaf gott að geta kreist pening út úr vondu sægreifunum og fjölskyldunum 5 sem eru á vísu 500 eða 5.000 eða hvað það og það fyrir utan alla starfsmennina þetta. Og finnst þetta bara mörgulegt gott. Ég held að það sé ekki málið of vinsælt þetta segja það. Nei, ég bara segja það, ég held að og er of mikil stuðningur við það. Nei, ég bara segja það, Guðmundur, ég er bara að segja það við því að ég held að þess vegna hafi verið lítill áhugi hjá stjórnarliðinu til þess að reyna að ná einhverjum samningum, til þess að vita hvort það verið hægt að koma þessu máli með einhverjum hætti áfram með tilteknum breytingum og svo framvegis. Og býtum hægur. Af því þú segir þetta sem svo vinsælt mál. Þetta er örugglega rétt sem að skoðanakannanir að mæla. En á móti kemur þetta. Sko, við skulum aðeins fara bara í efni málsins. Hvað er verið að gera?
það er verið að hækka veiðigjöld. Eigum að fara í það strax? Förum bara stuttlega inn á þetta. Það er verið að hækka veiðigjöld og í gamla daga þegar var fyrst verið að ræða þessi veiðigjöld, þá var þetta litið á þetta sem efnahagslega aðgerð. Til hvers? Til þess að setja byrðar á atvinnugreinina þannig að þeir myndu heltast úr lestinni sem væru veikastir fyrir. Þar fyrirtækin væru lögust af einhverju ástæðum. Ekki endilega vegna sem þau eru illa rekin, heldur bara einhverjum ástæðum þau voru lögust og þyldu byrðarnar minnst. Þetta þorðu menn að segja hér í gamla daga. Núna er bara notað þessi réttlætisrök og þagað yfir því að eftir því sem að þessi skattabyrði eykst, þeim mun meiri líkur er á því að fyrirtækjum muni heltast úr lestinni, fyrirtækjum muni fækka, því það er markmiðið. En það er eins og ekki sagt. Það er óheiðarleikinn umræðin. Markmið þetta aðtuga Einar, í fyrsta lið að geima mér umræðinum veiðileyfagjöldum per se. Ég ætla nú hins vegar að byrja á því sem þú nefndir, að það hefði verið algengt að semja lykil frumvörp sitjandi ríkisstjórnar. Það var ekki málið Einar. Það var yfirleitt, málþóf var farið fram með málþóf til að semja frestun eða önnur mál út. En það, eins og núna hefur gerst, að lykilmál ríkisstjórnarinnar sem er forgangsmál og var yfirlýst í upphafi, er mál sem að réttilega hefur verið í umræðunni hér áratugum saman og datt ekki að himnum ofan, og síðan í samningaviðræðum leyfir minnihluti sér koma að henda inn svokölluðu sáttatilboði sem er eðlis ólíkt og fullkomlega bastarður. Þannig hafa samningar ekki gerst í gegnum tíðina. Bara aldrei. Men ég ætla bara að rifja tvö mál. Því að þetta mál er ekki óafturkræft. Þessu má breyta þegar ný ríkisstjórn kemur og ég bíð eftir því í næstu kosningum að Sjálfstæðisflokkurinn fari fram með það sem sitt aðalmál að lækka veiðileyfagjöld. En ég ætla að nefna tvö dæmi sem eru óafturkræf ákvörðun. Stórmál. Annars vegar þegar þið lögðu niður verkamannabústaðakerfið sem var ekki hægt að setja á aftur. Hins vegar skömmu síðar rétt eftir aldamótin að því hafa búið að selja húsin úr kerfinu. Þetta fór að frjálsa markaðinn, já það kostar peninga. Hitt máli var þegar að heimild var gefinum að selja ríkisbankana á sínu tíma með afleiðingum að þeir fóru aldrei á hausinn 8 árum síðar. Það voru mál sem að var ekkert að semja til eða frá. Við töluðum það tímanu saman, bentum á hættuna sem að þarna skapaðist og þær kerfisbreytingar sem því fylgdu og það var ekki hlustað. Það voru greitt atkvæði, við greitum atkvæði á móti. Þetta mál er eðlis ólíkt. Það þetta breyta því aftur seinni efnislega athugasemd við bara það sem Guðmundur var að segja, hann tók sem dæmi verkamannabústaðakerfið. Það er alveg rétt. Það var afnumið þeirri mynd sem það var, en síðan voru búin til önnur úrræði fyrir tekjuminna fólk til þess að eignast húsnæði eða komast í húsnæði. Og það er auðvitað bara, þannig að þetta er allt saman þetta er allt saman virkað ágætlega. Ég boðaði ykkur ekki til þess að funda til að ræða verkamannabústaðakerfið, en það var að hætta að þetta geti skeð. Býtu aðeins, svo verð ég líka Guðmundur var kannski ekki viðstaddur þegar það gerist. Það voru hér miklar umræður á sínu tíma þegar að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks lagði til að afturkalla umsóknina að Evrópusambandsaðildinni. Þá lögðust þingmenn, tiltekið stjórnmálaflokks, fyrsti stafurinn er Samfylking, lögðust þeir í gríðalegt málþóf og tjölduðu öllu til. Og það var niðurstaðan var svo að menn bara kölluðu þetta aftur, hættu við þetta og sögðu bara einfaldlega það nægir að Íslands stjórnvöld á þessum tíma skrifi bréf. Svo nægir það víst ekki að skildi ekki bréfið. Eitt lítið sletti bréf það að þessum umræðum væri hætt og auðvitað er það öllum ljóst að nú hafa liðið 10-20 ár og menn fari ekki í það að byrja frá það sem að enda var 2010 eða eitthvað svoleiðis, menn bara verða að hefja þessar umræður nýju. Þannig að þetta er ekki rétt af Guðmundur sem varst að segja. En segðu mér eitt Guðmundur, því að þú segir þetta er lykilmál hjá ríkisstjórn og maður velti fyrir sér hvort það sé ástæða til að tefla þinginu í slíka tvísýnu sem nú er út af því. En ef þetta er lykilmál hjá stjórninni, hefði þá ekki þurft að vinna þetta öðruvísi, hefði ekki þurft að fylgja þingskaparvenju til dæmis tímamörkin, hefði ekki þurft að veita umsagnaraðilum eðlilegan umsagnarfrest sem var ekki veittur og hefði ekki þurft að veita heimild til þess að kalla
aðila eins og skattinn og fleiri aðila. Var það ekki gert? Að lokum með miklum eftirgangsmálum, Guðmundur. Við erum búin að Ég ætla bara að vekja athygli ykkar góðu félagar að því í óbýtu að það voru gerðar breytingar á frumvarpinu eins og kom frá ráðherra. Fyrst í samráðsgáttunni og síðan í þinglegri meðferð. Þannig að það er hlustað. Ef þetta er lykilmál, af hverju vinna menn þá ekki eins og vera ber? Af hverju er verið að gera þetta með svona... Þetta eru bara frasar, vinna eins og vera ber. Máli er algjörlega skýrt og afmarkað. Það eru reglur þess með umsagnarfrestin. Umsagnarfresturinn er veittur þarna á viðkvæmum tíma þegar margir eru frá og hann er sérstaklega skammur og það kvörtuðu margir undan þessu. Það var ekkit bara... Ég nefndi það áðan, þetta mál er ekki alveg nýtt af nálinni. Þetta mál er búið að ræða í íslenskri pólitík, ekki árum saman, ekki árabil heldur áratugum saman. Það liggur fyrir. Þið Kristrún sögðu í þingkosningunum, í kosningabaráttunni, að þið vilduð innleiða þessar breytingar á einum áratug. Nú ætlaði að gera þetta á 5-6 mánuðum. Menn geta deilt það. En kosturinn við það að þessar breytingartillögur sem komu fram og frumvarpið komið fram er auðvitað það að nú geta menn einfaldlega að reikna þetta niður á fyrirtæki. Og þá liggur algjörlega fyrir hver áhrif við verða á einstök fyrirtæki. Það tekið með af því og núna hafa menn verið að reikna þetta út meðal annars, og ekki bara meðal annars, á grundvelli þeirra breytingar sem búið er að gera. Og þetta leiðir til mjög skuggalegra niðurstöðu. Og hún er svo að í mörgum tilvikum, í minni og meðalstóru fyrirtækjum, þá hirðir þessi skattheimta meira og minna hagnaðinn af rekstri þessara fyrirtækja. Þetta er alveg Guðmundur, býtu rólegur Guðmundur. Nei, við skulum ekki gera það. Ekki málþófsrugl, við skulum bara tala út frá staðreyndum. Ég hef bara séð, það hafa verið að birtast hjá einstökum fyrirtækjum upplýsingar þar sem menn hafa verið að reikna út hver verða áhrifin á mitt fyrirtæki. Og áhrifin eru bara heilmikil á minni og meðalstór fyrirtæki. Ég er ekki að segja... Það er búið að lagfæra það. Nei, það er ekki búið að lagfæra það. Ábending. Það er ekki búið að lagfæra það. Það vill enginn tala um þessu stóru fyrirtæki og þið gerðu bara grína því hér fjölskyldurna 5 eða 10 eða hvað nú er. Sko, stóru útgerðar aðilegarnir í íslensku sjávarútvegi, þetta er safnast á þeirra hendur miklu leyti, er að skila umtalsverðum hagnaði. Og eru fullkomlega útbærir á það að greiða fyrir afnót af eign þjóðarinnar. Og því að hérna erum að ræða ekki skatt, heldur leigu að afnótum. Ég heldur þetta að enginn deilum það, en ég held að... Mér langar að koma inn í þetta. Þetta er alveg rétt hjá Guðmundi. Það hefur auðvitað átt sér stað mikil samþjöppun í íslensku sjávarútvegi eftir að framsalskerfið var innleitt 1991. Og ég held að enginn sem á þeim tíma sat á Alþingi, þetta var fyrir þetta er svo langt síðan þetta var fyrir mína daga. Enginn hafi þá gert sig grein fyrir því hver nákvæmlega áhrifin yrðu. Þau byrjuðu auðvitað hægt og síðan urðu miklu hraðari og það hefur orðið gríðarleg samþjöppun. Og afleiðingin hefur til dæmis orðið svo að menn hafa verið að staðið frammi fyrir því að missa fiskveiðiréttinn úr heilu byggðarlögunum og eitt af því sem að ég auðvitað var mjög mikið að berjast í og heldur betur ég þekki þú að hafna fyrir við þekkjum það nú allt býsna vel hvernig það þarf ekki að atvinna ríkisvaldsins heldur markaðurinn hefur alveg séð það sjálfur þú ert bara að tala til þess að koma veg fyrir ég segi þið bara pínlítið rifja svona söguna fyrir þér og hún er svona á þessum tíma þegar menn voru að gera sér þetta ljóst þá fórum við í það nokkri þingmenn, til dæmis við þingmenn úr Vestfjarðakjördæmi, Einar Oddur og ég og margir fleiri, Sturla Böðvarsson og margir fleiri í það að berjast fyrir því að reyna hreinlega að búa til nýtt fiskveiðistjórnarkerfi við hliðina á hinu, meginkerfinu og það er smábátakerfi sem að síðan hefur verið að þróast og 6% aflaheimildina eru núna með lögum tryggðar að fara inn í þetta kerfi. Þetta var okkar viðbrögð. Þetta voru auðvitað ekki sterk, við gátum auðvitað ekki varist vondri niðurstöðu fyrir ýmis byggðarlög. En þetta hjálpaði mörgum, þetta kom mörgum byggðarlögum aftur upp á lappirnar. Þar sem ég segi núna er verið að fara í raun og veru þessa leið með yktum hraða. Með því að setja þessi þungugjöld sem að munu gera það verkum að veikari fyrirtæki, minni fyrirtækin, þau sjá sér óvætna. Það óvætna að þau munu fara til stóru fyrirtækin og segja, heyrðu, kemst þið ekki bara í skjól hjá þér? Og ég segi, nú finnst mér að ríkisstjórnin, ég er alveg rétt, sérhagsmuni litlu byggðarlagana, þá bar ég fyrir brjósti, sérhagsmuni litlu byggðarlagana. Ein spurningu með
þetta, hraðfrystihúsið Gunnvör, að þú vísar Ísafjörð, þú sýna þessir útreikningar eftir breytingar á löggjöfinni, að það fari 80-90% af hagnaði þessa fyrirtækis í ríkissjóð. Hefur engar áhyggjur í ljósi þessar útreikninga á að þetta geti haft neikvæðar afleiðingar fyrirtækja? Ég hef ekki áhyggjur af því, Stefán Einar. En ef 80-90% af hagnaðinum fer út af því? Þú getur tínt til einstök fyrirtæki þarum. Það er Þetta er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki Vestfjörðum, gríðarlega vel rekið, afskaplega vel rekið allar staði. Ég hef engar áhyggjur af því og ég held að þetta muni allt saman þróast vitibornum hætti og vekja athygli á því að þessi 6-7 milljarðar sem eiga að koma til viðbótar við þegar ákveðin veiðileyfagjöld fara til innviða uppbyggingar sem við þurfum á að halda. Ég vek líka athygli á því að þegar maður ræðir þessi mál, sérstaklega við sjálfstæðismenn, að þegar maður nefnir, eigum við ekki að láta þá markaðin ráða för í auknum mæli þegar kemur þessi álagningu. Þá er eins og maður nefnir snöri í heimsmanns húsi og hverjir voru sérstakir andstæðingar þess upphafið þegar að fiskmarkaðirnir voru settir á. Það voru sjálfstæðismenn. Þannig að þessi hægri flokkur sem að hamrar á því að vinstri menn séu skattaglæðir og annað því og líkt, þegar við nefnum það að markaðurinn fá ráða fyrr, þá allt í hennu verður allt. Þú færð að hafa loka orðinu þetta. Þetta er bara, þetta er ekki markaðurinn hjá þessum mannum, þetta er skattarnir. Það er eftirlæti flokksins Guðmundar Árna. Skattar og meiri skattar. Þú fékkst næstu því að hafa loka orðið í þessu máli. Ég ætla núna að spyrja þig Einar og reynda Guðmund líka, út í þessa yfirlýsingu forsætisráðherrans í þinginu í morgun. Þekkið einhver dæmi að forsætisráðherra Íslands hafi mætt í ræðustól Alþingis og tekið jafn djúpt í árinni eins og þarna var gert. Ég bara spyr út frá ykkar sögulega. Þú ert að vísa til hvers? Til yfirlýsingar Kristrúnar í gær þar sem hún sagðist telja sig þurfa að verja lýðveldið Ísland. Já, mér fannst þetta eðlileg orð hjá henni og hún ræddi þetta þingræðið. Var þetta ógn við lýðveldið? Er þetta ógn við lýðveldið Ísland? Ekki það að þingfundi var slitið þarna í fyrrakvöld, það er ekki það. Heldur málþófið og það að því að nú erum við að tala um það fyrirkomulag þingskapana með þessum 5 mínútna ræðum að það er svona eiliðavélin. Þau getur talað sko fram að jólum þess vegna málið þó að allt innihald sé farið og búið. Og hún var einfallega að segja það á þingræðið, á lýðræðið ekki að fá að ráða för. Er ekki komin svo tími að við greiðum atkvæði málið. En það var ekki flóknari það og þannig ég skil ósköp vel frustrasjón. Stjórnarandstaðan fylgdi lögum, þingskapalögum. Það er alltaf ógn við lýðveldið Íslandi. En í þingsköpum er líka 71. greinin og þegar mál eru komin í óefni og síðastur og að því að formaður Sjálfstæðisflokksins nefndi það nú í ræði í morgun tók sérstaklega eftir því. Þetta er fyrsta skiptið frá 1959 sem að þetta er gert. Hver á forsætisráðherra þá? Ólafur Thors? Það voru þetta vegna sem menn voru að renna út með fjárlög. Það kannski segir okkur svona og varpaði svolítið ljósi inn í hugarheim stjórnarliðsins. Það sem að formaður þingflokks Samfylkingarinnar talaði í morgun lýðræðis ákvæði þingskaparlagana. Það er 71. grein. Lýðræðis ákvæði það er að segja að klippa á umræður í þinginu, það kallar hann lýðræðis ákvæði. Það sem ég hef mestar áhyggjur af er það núna að nú er búið, svo ég tali nú eins og frjálsins íþróttamaður sem ég er nú sannarlega ekki. Nú er búið að lækka rána, það er búið að lækka viðmiðin. Hversu oft á mínum ferli, og örugglega hefur Guðmundur svipaða sögu að segja frá sínum ferli, hafa menn ekki verið að ræða það svona í bakherbergjum ætli að ríkisstjórnin fara nú að koma með og beita 71. grein þingskapalagana. Enginn vildi gera það. Jóhanna sem var nú alveg þurftu þetta ýmislegt að þola af okkur á sínu tíma. Aldrei kom þetta minnst á stöðu bauðviðborðið. Og ég segi það núna. Össur Skarphéðinsson segir í árið Drekans sem að kemur úr 2013 á síðu 164 að Jóhanna Sigurðardóttir og fleiri hafi verið farnir að ota þessu vopni framan í meðal annars þáverandi þingforseta og það hafi endað með mjög hörðum slag milli Ástu Ragnheiðar og hennar á þeim tímapunkti. Það sem ég ætla bara að klára þetta með þessum orðum í nafni Friðarins. Segja það bara Átti að segja það sko ég held að það sem ég hef áhyggjur af þetta er eitt og einstakt mál þessu er lokið með þessum hætti en það sem ég hef áhyggjur af er það sem ég er að segja, nú búið að lækka rána við höfum hingað til, ég hef oft orðið vitna því að menn hafa verið að velta fyrir sig hvort það ætti ekki að fara að beita þessu ákvæði en þegar á hólminn hefur komið hafa menn sagt nei ég held
að núna verði þessu ákvæði beitt miklu oftar, ég veit ekki hvort að þessi ríkisstjórn gerir það, en ég held að fordæmið gefið því miður og ég myndi svo sannarlega vonast til þess að saga myndi dæma það að þetta var óþar áhyggjur mínar, en ég held þetta sé svona og eins og menn tala þetta núna og kalla þetta ákvæði lýðræðisákvæðið, það segir mér að það verður, menn muni ekki standast frystinguna. Ég held að sem ástæðlust fyrir Einar ágætur að auka á dramaði þessi ákvörðun. Þetta ekki drama, þetta er bara rökleg niðurstaða. Nei, þessi ákvörðun var tekin, hún var rétt á þessum tímapunkti, hafa búið að slá Íslandsmet í málþófi og rugli vil ég segja og þetta snerist líka virðingu þingsins og ég bara hvet fólk til að fara í upptökur á þinginu og hlusta á þetta raus og rugl sem kom frá mörgum þingmönnum. Ertu á þeirra sko? En ég bara segja það að þetta var ekki umræðum efnisatriði. Þetta var, enda eins og ég sagði, það var talin heilu skylda Sjálfstæðisflokksins að stoppa þetta mál. Og þá endar þetta alltaf þannig að ákvörðun þarf að taka af einum öðrum toga og lýðræðið tekur sinn tóll. Við ætlum að gera örstutt auglýsingar hér ágættu áhorfendur og við komum hér að vörmu spori. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio, einfaldari útgjöld. I love you ógeðslega much, sko. Já, ég líka. Þú veist, þú getur alltaf treyst á mig. Já, og þú getur náð í mig hvar sem er. Hversu næs? Sjá svona fallegt og gott farsímasamband. Þú þarft aldrei að hugsa sambandið. Það bara virkar. Þú getur meira með símanum. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið í sæla nýju. Þeir eru hérna hjá mér, Guðmundur Árni Stefánsson og Einar K. Guðfinnsson og þeir eru lifandi sönnur þess að lengi lifir í gömlum klæðum. Þetta miklu hressilegra heldur hjá núverandi þingmönnum og við fögnum því mjög. Ég ætla að byrja hér seinni hluta okkar samtals á smá klippu úr kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins. Kíkjum á það. Við berum auðvitað skyldu að því að verja hér lýðræði í landinu. Við berum líka skyldu að því að hafa stjórn á aðstæðum og það munum við gera. Við höfum fullyrt. Við sitjum hér með ríkisstjórn í skjóli meirihluta þings. Það voru hér lýðræðislegar kosningar fyrir áramót. Við þurfum að geta sagt við þjóðina að það eru forsendur hér fyrir valdaskipti í landinu. Þannig að við höfum fullyrt og ég fullyrði enn og aftur, við munum ljúka þessu þingi, þetta veiðigjaldamál mun enda í atkvæðagreiðslu með einum eða öðrum hætti og síðan þarf að rjúfa þing. Forsætisráðherra talar þetta mjög afgerandi og segir að það þurfa að verja lýðræði. Þetta er síendurtekið stef þannig að það er ekki neitt misskilningur á ferðinni þar. En hún endar síðan þetta viðtal á því að lýsa yfir að síðan þurfa að rjúfa þing. Það voru nú mismæli öllum líkindum. Það er ekki verið í umræðuna rjúfa þing og eftir búið til kosninga. En er ekki þingur og verið hugtak sem nei, ef við horfir á því samhengi, hún átti við allt annað. Þannig að ég tel þarna innboðið að hún hafi mismælt sig. Er hún vel að sér? Hún er afskaplega vel að sér og það er ekki skrítið Stefán Einar að hún nýtur því líka vinsælda með þjóðarinnar, rösk kona, talar mál sem að fólki skilur, gerir flókin mál tiltölulega einföld, hún er bara forustumar á Guðs náð og ég segi þetta nú ekki bara vegna að ég var að formaðurinn en það er nú bara þannig, það er veruleikinn og þetta nýjasta nýtt. Er það forustumaður á Guðs náð sem ekki nær að ljúka þingi öðruvísi en að þingið sé sprungið í loftu? Já, sko, þegar að samningsviljinn er ekki meiri hjá stjórnarandstöðunni, þegar það liggur fyrir sá eindreitni vilji stjórna meirihlutans að ljúka tilteknu máli og því ég svara með þeim hætti að það sé heilu skyld að stoppa það, þegar að viljina til þess að semja önnur mál kannski inn í haustið og annað þvíumlít, samningar eru margháttar. Þetta mál var ekki til samninga.
og það að segja ekki öðru leyti því sem var gert og gerðar á því lagfæringar og breytingar en þetta mál skildi klárast að þau legi fyrir frá upphafi. Það svo skýrt og mér til efs að því að við eina voru nú báðir tveir samskipa ritstjórnu hér á þessu blaði, Davíð Oddssyni, að hann hafi látið sig hafa það með lykilmál þáverandi ríkisstjórnar að það væri bara eitthvað svona samningsmakk það. Nei, hann hefur klárað það allan daginn. En verið til umræðu það að fresta öðrum máli. Talandi það, nú hefur verið að halda því fram að Kristrún sé svo einstrengisleg og vil ekki tala við kónga eða prest og síðast var nú Hildur Sverrisdóttir sem sagði að hún hefði ekki átt orðastaf við sig. Nú endir málið að forræði þingsins, það eru þingflokksformenn de facto, síðan hefur Kristrún auðvitað að tala við sína samherja í formannstólum annarra flokka. En ég ætla bara að rifja það upp og menn hafa notað Katrínu Jakobsdóttir til hliðstæðu þessum sambandi og sagt að hún hafi alltaf verið svo grár köttur undir öll þingslit til þess að ljúka málum. Ástæðan fyrir því þó þannig að ég var ekki á vettvangi, ég veit að frásögnum þeirra sem voru það. Ástæðan þá var svo að hún var að reyna að líma saman eigin hóp í stjórnarmeirihlutanum. Það er að segja ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, því að þar var óeiningin algjör. Nú hins vegar búum við samstiga ríkisstjórn sem kemur til leiks, klár og kvitt í slaginn og það þolir ekki núverandi minnihluti. Og ég vek athygli á því að rifja það þið báðir, þið vitað þetta. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið 80% af lýðveldistímanum í ríkisstjórn, verið í 64 ára af 81 og óvanur því að vera í stjórnarandstöðu og kann ekkit annað. Býttu nú við, Sjálfstæðisflokkurinn og þessi flokkar náðu samkomulagi við Jóhönnu Sigurðardóttur. Af öllum, þú þekkir nú samstarfið hana. Það nú ekkert venjulegt mál að eiga við. Nei. Næstu ár drekast eftir Össur Skarphéðinsson. Ljúflingur hinn mesti. 2009-13 tókst að ljúka þing. Ég þekki Jóhanni jafnvel og Össur og Jóhanna var ljúflingur í alla staði. Auðvitað texta, við erum ekki búið með þetta þing. Auðvitað tekst að ljúka þessu þingi. Ertu viss? Það verður gert með samningum. Heldurðu það? Ég bara gefur auga leið. Það ekki að beita 71. grein bara á hvert einasta mál. Þá spyrjum við, bara þá spyrjum við það. Þú búin að vera að tala stanslaust núna. Hvað gerist í kjölfarið, Ég hef áhyggjur af því, ef stjórnarandstaðan ætlar að halda áfram gíslatöku einstakra mála, að þá náttúrulega eru menn í vandræðum. En getur hún limpast niður undir þessu? Kallar gíslatöku einstakra Guðmundur. Þú varst nú lengi í stjórnarandstöðu, ég hef verið í stjórnarandstöðu. Þetta ekki gíslataka, þetta þetta bara þannig að menn eru þetta. Nei. En ég hafði líka gaman að því. Þetta var þetta skemmtilegt líka á vissan hátt og þetta vera erfiðir tímar. En það sem við gerðum okkur alltaf grein fyrir því, við reyndum að vinna þetta af ábyrgð og þó við gerðum þetta mikilli festu. Og það sem mér finnst svo alvarlegt í þessu það að eins og mér finnst þetta mál hafa verið að teiknast upp fyrir framan augunum á manni það að menn hafa verið að líta svolítið á þetta sé heppilegt átakamál fyrir hvern? Fyrir ríkisstjórnina. Af því að eins og Guðmundur er búin að vera rekja í löngum máli, þá þetta mál þessi eðlis að mörgum fyrst að það sé bara mótilegt á þess að sægreifa að borga aðeins meira. En þetta ekki svona einfalt. Og það sem ég óttast líka það að hinga til hafa menn, og ég veit alveg það, hefur oft verið svona fristing meðal einstakra stjórnarliða að beita þessu ákvæði. En forystumenn stjórnarflokka á hverjum tíma hafa alltaf staðið þessa frestingu vegna þess að þeir vita sem að þó þessi stjórnaraðstöðu á þessum tímabúndi, þá komir að því að þeir veri stjórnarandstöðu. Og þess vegna hafa menn alltaf gætt sín mikið á því að skapa ekki fordæmi. En eins og ég var að orða þetta hérna á það, nú búið að lækka rána, það búið að lækka þetta, Guðmundur segir þessi 3000 ræður sem 392, þannig að þegar menn eru búin að tala 3392 sinnum í þar á meðal einhverjum eins mínútu replikum, Nei, það er ekki þá það þannig að þá allt í lagi að beita þessu ákvæði. Ég bara segi þetta svolítið í svona ákveðnu gríni, auðvitað, það sem bara gerast það að það búið að búa til fordæmi. Og þá munum við ekki horfa á töluna 3300 eitthvað, menn munum bara horfa og segja bara þessi, nú bara komið nóg og menn hafa, og þess vegna held ég að það sé því miður búið að skapa fordæmi, en ekki gleyma því að þetta mál auðvitað líka var hugsað þannig að væri til vinsælda falli fyrir ríkisstjórnina og þess vegna held ég að þeim sé ekki eins leitt og þeir láta. Þeim finnst ekkit vont að það sé þessi átök þetta tiltekna mál.
og þess vegna er þessi einstrengingsháttur og ég hef ekki séð minnst á opinberlega, ég þetta bara hinn almenni félagsmaður í sjálfstæðisfélaginu í Bolungarvík og veit ekki þessa hluti. Að öðru leyti því að ég bara ekki séð að einstæðar verið greint frá því að það hefur verið en tilboð í gangi einhverja hugmyndur hvernig megi leysa þetta eða neitt þess áttar. Sko við höfum dæmi bara frá Bandaríkjunum sem ég veit að þú þekkir vel til Guðrúnni. Mitch McConnell sagði 2013 þegar demókratar beittu kjarnorkuákvæði þar inn í þinginu. Hann sagði varðið ykkur á þessu og ég mun minna ykkur á þetta þegar að þið verðið í minnihluta. Er þetta ekki einmitt hætta að núna þegar að menn virkja þetta ákvæði draga það úr púsi sínu að þá verður þetta bara nota til að taka niður mönnum þegar mál eru vinsæl? Það er einmitt mjög gott að nefnir Bandaríkin í þessu sambandi. Ekki viljum við fara í þeirra leið og haga okkar verklagi á Alþingi Íslendinga eins og það gerist í bandaríska þinginu. Við höfum frekar hort til þess og skoðum það aðeins hvernig hlutinni ganga fram. Ég var í Svíþjóð í 6 ár. Hildur Sverrisdóttir fór yfir það í viðtalinu fyrir. En eigum við þá ekki einhenda okkur í það núna á haustdögum? Því að eina nefndi þá oft hafi verið nefnt að beita þessari 71. grein og menn hafi fallið frá því. Jafn ofta og ekki oftar vorum við líka að ræða það. Hvort við gætum ekki haga þingsköpum meira eins og gerist og gengur á öðrum Norðurlöndum. Það sem að málþófurinn nánast var ekki óþekkt. Já, en þar sýna forsætisráðið tilraun til þess að eiga samtal við menn og miðla málum. Forsætisráðherrann sem að núna situr hefur engan áhuga. Það er ekki að halda því fram að hún Kristrún það staðfesta allir í stjórnarandstöðu. En ég held líka ég held að lykillinn að þessu líka sé sá að menn Er þetta ekki rétt hjá mér Einar? Höfum við ekki oft rætt það? Jú, við höfum oft verið að ræða þessi hlut og ég er algjörlega rétt og mæl þú manna heilastur. En svo bara gleymum við svolítið þegar við förum í stjórnarandstöðuna. Alveg svo ég get nefnt mörg dæmi sig. En það sem ég er að segja, ég held að lykillinn að þessu, einn lykillinn skulum segja, sé sá að í málum sem allir sjá fyrir að verði mikil átakamál, þurfi menn bara einfaldlega að ætla sér góðan tíma. Menn þurfa að taka tilhlaup. Menn þurfa að kalla borðinu fólk miklu fyrr. Til dæmis held ég hefði verið mjög til bóta í þessu máli tiltekna að kalla til að borðinu meðal annars fulltrúa stjórnarandstöðunar í þeirri von að það kæmi uppbyggilegar tillögur, menn færi ekki bara stjórnarandstöðu gírinn. Og það það sem að mér hefur verið sagt af mínum kollegum að eigi sér stað á Norðurlöndunum, það sé samráðið á miklu fyrri stigum. Og þegar maður horfir svo á það hvernig þetta mál þroskaðist og kemur inn í þingið, fullbúið, og menn segja nánast að frá fyrsta degi alveg ljóst mál að menn ætla að vígbúast, þá segi ég, þetta segir mér það að menn voru að búa sér til bardagavettvang sem þeim hendaði vegna þess að Guðmundur alltaf að segja og þess vegna segi ég þetta og það er Sjálfstæðisflokkur tóku það prinsipp ákvörðun þetta skal ekki fara í gegn því að hér prinsippmál að ræða hér harða pólitík að ræða sem skilur á milli þetta Sjálfstæðisflokksins þeir hækka þess að skatta til góðu og hvert þá vandamál ég skil hvert þá vandamál ekki fara með fræðilega fyrirlesturum það fyrir meina færðist mönnum ekki einfallega of mikið fang sem birtist þá, svo ég taki annað dæmi að þessu strandveiði rugli atvinnuvegaráðherrans þar sem að hún lýsir því yfir að það eigi að tryggja þessa 48 daga svo kemur í ljós að þau hafa ekki forsendur til og vita ekki hvernig þau eiga að útfæra það og ennþá þegar núna komið inn á 12. júlí eða 11. júlí að þá vita menn ekki hvernig eigi að tryggja þess að hefur ekki bara verið of stór það náttúrulega 60 mál sem bíða það vita það allir, þau verður ekki öll afgreitt það liggur í augum upp og er enginn að gera kröfu það ég fór til að mynda og kíkti bara á þingvefinn og það er einhver 40 mál sem bíða annarar umræðu búið að leggja þar inn það dettur engum í hug og þau verður kláruð það þarf að semja það og ég ætla bara að því að það mætti halda þeir sem eru að horfa og hlusta að þeir einar séum ósamölum allar skapaði hluti. Þannig ekki. Alþingi Íslendinga býtu, leið mér að ljúka eina, Stefán Einar. Þetta góður vinnustaður, þetta góður anda öll í öfnuð, þarna takast menn á, verða ósamölum málefni, verða ósamölum gangverkið, eins og gerist núna, en ég trúi ekki öðrum því
þessi 63 þingmenn sem voru kjörnir af þjóðin allri, þeir hafið þroska til að bera, til að setjast niður og finna lausnar á því að þessu þingi ljúki með mannsamandi hætti. Það er eiginlega það sem ég er að segja. Stefán, og ég ekki bara aðeins komast aðeins hérna, þannig að þetta ekki bara svona tveggja manna tal og ég áhorandi. Sko, það sem ég er að segja, sko, á sínu tíma, þegar við settum á veiðigjaldið, hérna á sínum tíma, þá var það aldrei erfitt mál fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að Sjálfstæðisflokkinn hafði talað gegn slíkum hugmyndum. Þá gerist það að það inn í þinginu... Ég meina ekki nýtt hjá Sjálfstæðisflokknum, það var á móti EES og síðan með því. Já, það gerist það í þinginu að það flutt þingsályktun til að þeim, þá var þetta að ég hygg formanni Alþýðubandalagsins, Margréti Frímannsdóttur, og það bara ákveðið að taka þessa tillögu, samþykkja hana og stofna síðan til nefndar sem að síðan lagði drög að því sem að hafi verið kallað þessi veiðigjöld í sjávarútvegi. Og þetta var allt gert og undirbyggt afar vel og ég veit vel að þetta var mjög erfitt mál fyrir marga í Sjálfstæðisflokknum, þetta var erfitt fyrir marga í atvinnugreininni, en þetta var hins vegar vel undirbyggt og kynnt með öllum hætti. Og ég hefði til dæmis kosið það, að núna hefðu menn bara sagt, sest niður og sagt, heyrðu, nú skulum við aðeins hægja okkur, þetta greinilega komið mikið óefni þetta mál, við skulum vita hvort við getum leitt þetta í jörð, við skulum gera samkomulag eins og... Akkur komið í óefni? Af því að þetta Af því að Sjálfstæðisflokkurinn er á móti? Nei, þú sér bara... Ég skil ekki það er nú bara öll þessi sveitafélög líka... 26, já, það eru sjávarútvegssveitarfélög. Já, ég bara farið yfir þann lista. Og ég er að segja að þetta er komið óefni að því leitinu að það er í fyrsta leið og það er líka, og það er búið að sína fram á að afleiðingar verða neikvæðar fyrir mörg. Því að mála hefur þetta ekki í gíslingu? Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að segja það, þetta mál hefur alvarlegar afleiðingar, ég er ekki að segja afleiðingar fyrir afleiðingar fyrir byggðirnar sem að byggja á sjávarútvegi, afleiðingar fyrir sjávarútvegsfyrirtæki, það er búið að sína fram á það. Og það er náttúrulega undarlegt að fólk eru í þínu ranni, auðvitað ekki þú því þú ert skynsamur maður, fara ráðast á þessa fulltrúa 26 sjávarútvegssveitarfélög og segja ekki að marka þá. En segðu mér hérna rétt í lokin. Og ég ætla bara að nefna að því að þau mál sem bíða annar afgreiðslu þingsins eru mörg hver gömlu mál fyrir ríkisstjórn, endurbætti vísu sum og löguð. Já, löguð, til betri vegar. Það verður gaman að því að kannski taka það ekki. En segðu mér eitt, Guðmundur, og Einar líka, ég ætla að kalla eftir ykkar sjónarmið þetta. Nú er þessu ákvæði beitt og því hefur ekki verið beitt hér svo áratugaskipti. Það er gríðarleg reiði í þinginu og það er vík milli vina. Við sjáum það sem að förum þetta niður í þinghús. Þú segir að nú þurfum menn að ná sátt, þinglok. Hvernig eiga menn að ná þingloka samningum eftir þetta? Eru einhverja líkur á því að menn setjast niður og gera það? Já, ég meina, það er engin kjarnorku sprengja fallið, sko. Þetta hugtak kjarnorku ákvæði er alveg fjarri lagi. Þetta er bara venjulegt ákvæði sem hefur lítt notað, sem betur fer, er varúðarástofun. Ég hef alla trú á því eins og ég nefndi áðan, að meira og minni hluti geti náð saman málið. Við gerðum það í gamla dagina. Já, það var tekist á og stóru orðuláttinn falla. Ég meina þetta er engin endilok neins. Þetta er upp á nýrri og spennandi kjörtímabili fyrir flotta ríkisstjórn. Ég óttast þér í gærmorgun að þetta er endilok lýðveldisins. En hvað segir Einar? Heldur að það verði þetta að ná samkomulagi? Ég segi nú bara eins og ég man ekki hver sagði þetta, sko, að lokum er þannig að þetta fer einhvern veginn, sko. En sko, ég hef ekki hugmynd sko, hvernig þessu, og ég veit ekki hvernig staðan er og hvernig kemjén er á milli fólks þarna niður frá, geti trú að hún sé slökk. Það er rétt og Guðmundur, það er fullt af málum sem að þarna myndum væntanlega við allar eðlilegar aðstæður renna í gegn. En ef ég til dæmis horfi tilbaka þegar ég var þingforseti og horfi til hvernig þeir höfðu sér bæði Vinstri græn og Samfylking, þá voru ekki endilega umdeildum málum sem þau tóku í gíslingu. Ég þekkti orðið Svipinn og Helga Hjörvar og Svandísi Svavarsdóttur þegar þau ætluðu að fara að taka mál í gíslingu. Og ég sá bara þau fóru niður eftir svona og svo stoppuðu kannski með mál 5 sem var tilskipun Evrópusambandsins frá 1067 einhvers skramban.
Sko, ef að menn Samfylkingin á engin Íslandsmet í málþófi í þinginu. Flettiði upp, engin. Ég get sagt, elsku vinurinn minn. Já, lengstu samfundu. Ég satt á forsetastóli þá. Ég satt nú á forsetastóli og mátti nú lengi hlusta á þetta. Nei, ekki þig. Jú, ég var ekki á forsetastóli þá, ég reyfstu þig. Mér er sagt að 3 hafi látist úr leiðindum undir þeirra ræðu. En ég er bara að segja það að sko, þannig var þetta þá tóku menn svona mál sem að sko undir eðlilegum kringumstæðum fengu enga umræðu, voru kannski rædd í 5-6 tíma og þannig þetta var ákveðið form af tafaleikjum og menn byrjuðu bara nógu snemma og þannig að menn gátu verið að gera þetta svona og byggja upp svona pressu. Þannig að það er alls konar trikk sem menn geta bara lært bara á því að fara og sjá, bara leitað í smiðju flokkssystkina Guðmundar Árna, hvernig svona hlutir eru gerðir. Sjálfstæðismenn eru bara kannski ekki vanir þessu, við höfum verið svo ábyrg alltaf. En við kannski bara, við getum farið, og þetta er bara ábending frá mér til minna vina, kíkið á hvernig gerðu þetta Helgi Hjörvar og Svandís Svavarsdóttir. Það er náttúrulega þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er óvanur því að vera í stjórnarandstöðu. Sem betur fer fyrir þjóðina. Og hefur notað frasan núna og er að lemja á ríkisstjórnum og segir ég á þetta, ég má þetta. Það væri alveg hægt að snúa því á hinn veginn og segja sko að þeir eru svo óvanir því að eiga þetta ekki og mega þetta ekki að þeir bara missa fótana. Það gerðist sko þegar þú sast á þingi 2009, þá mistuði algjörlega stjórn á ykkur í stjórnarandstöðunni. Mér finnst það að vera endurtaka sig núna, en svo róast þetta nú allt saman og það kannski mælist best á okkur tveimur hér. Við tókumst á, eins og hundar og kettir oft á tíð og erum ennað, en við getum eins og að sko sest niður og ná samkomuleið ef það eru verið á því. Og ég trúi því að ágæti þingmann okkar gerir það. Þú er eitt verkefni inn í helgina Guðmundur Árni, það er að kenna forsætisráðherrum á tölvupósti sinn. Hún er með Heyrðu, ég þarf að koma með skilabót þarum. Því að í inngangi þínum að þá nefndur það að enginn svaraði þér. Hann Ólafur Kjaran, aðstofamaður hans, hann býður til símtali frá þér. Ég talaði við Kristínu Ólafsdóttur og hún er í útlöndum. Já, hún svaraði engu. Hún var í útlöndum, hún var í fríi. Óli Kjaran býður eftir að hringja. Fólk á að svara. Kristrún kemst til þín að lyktum. Og Kristrún á að svara. Og hún á að mæta og ræða við alvöru fjölmiðla alvöru mál. Ég er ritari hjá henni, en ég var bara upplýsaður stöðumál. Og ég ætla líka að fá að taka fram að þú kemur alltaf búinn og búinn og það er alltaf gaman að fá þig hingað í heimsól og þá við ykkur báða og nú sitjið í súpunni því að það var svo ægilega gaman að þið eru komin hérna strax í haustið minn. Ekki seinna. Takk fyrir það. Takk. Við ætlum að ljúka þessu tali þennan föstudaginn á þessum óvenjulega tíma þegar við ætlum að vera í sumarleyfi rétt eins og þingið. Hver veit nema við verðum hér að vikuleiðinni, engin veit eins og staðan hefur þróast í stjórnmálunum. Við vonum einfaldlega að meirihlutinn og minnihlutinn í þinginu beri gæfu til þess að leiða þessi mál í jörð með farsælum hætti fyrir þjóðina. Því að það er einmitt verkefni sem að þetta fólk hefur, það er að sinna hagsmunum þjóðarinnar í heild. Verið sæl og góða helgi.